Fyrir norðan nóg framboð af spennandi framhaldsnámi. Mikil aðsókn hefur verið í Háskólann á Akureyri en þar boðið upp á sveigjanlegt nám sem hannað þannig að nemendur eiga geta verið virkir þáttakendur í kennslustofunni óháð búsetu. Fjarnám það hugtak sem flestir tengja við þegar maður stundar skóla úr fjarlægð. Þar sem maður spila fyrirlestrana hvern á fætur öðrum í tölvunni sinni og hefur ekki hugmynd hina nemendurna. En hver munurinn á fjarnámi og sveigjanlegu námi? Í sveigjanlegu námi þá getur verið stunda námið þitt hvar sem og þú getur bæði komið í skólan og verið þar en þú getur líka búið annars staðar í Danmörku eða Íslandi eða hvar sem en kröfurnar eru samt þær að þú þarft að vera í samskiptum við annað fólk, þú þarft að vera í samskiptum við kennara, við nemendur og þú þarft að mæta á staðinn. Þú getur ekki verið algjörlega fjarverandi. Þú getur ekki verið með þína tölvu einhver staðar og einhverjum öðrum stað og fengi verkefnin send og skila þeim af þér. Þú þarft alltaf að vera í þessu samskiptum, vera að vinna verkefnum öðrum nemendum og við nýtum upplýsingatæknina til þess, hópavinna þar sem að þau eru kannski öll saman í mynd og skila til kennara eða það skriflegt og svo koma þau í lotur og hittast hérna. Já, upplýsingatæknin orðin alveg mögnuð. Það hægt að vera stafrænt á staðnum og miklu meiri þáttakandi í því sem að gerast heldur en áður fyrr. Í rauninni fer kennslan fram mikið á netinu og þá erum við með kennslukerfi sem heldur utanum allt sem fer fram í námskeiðinu. Þannig að í rauninni kennslustofan kannski orðin svolítið svona í þessu kerfi, ekki bara í stofunni sjálfur, heldur öll gögnin og allt sem að kennarinn ætlar að koma framfæri til nemenda þarf að vera til í kennslukerfinu okkar og það hægt að gera ýmislegt. Og nemendurnir þeir bara ná þessu strax og auðvelt að vinna með þetta? Já, nemendur eru náttúrulega þessi kynslóð sem alin upp með snjalltækin og þeir eru náttúrulega mjög vanir því að fá tilkynningarnar til dæmis í símann sinn og geta skoða einkunnir eða skoða ykkur verkefni sem þeir að gera eða jafnvel nota símann til að leysa verkefni sín og senda þau inn í rauninni í kerfið, þannig að það mjög þægilegt. Eins og Helena segir eiginlega búið að færa kennslustofuna yfir á stafrænt form ef hægt að orða það svoleiðis. Ég var forvitin að fá sjá hvernig það væri eiginlega hægt. Þetta stofa sem að kallast á ensku Active Learning Classroom eða eins og við reynt að þýða á íslensku virkkennslustofa og þá verið að hugsa nemendamiðaða kennsluhætti þar sem að í rauninni nemendur í forgrunni og kennarinn ekki aðalatriði þar sem hann að messa yfir hópnum heldur meira að nemendur að vinna að verkefnum og þeir geta unnið saman í hópum og hvert borð í rauninni með skjá og töflu sem þeir geta verið að deila hugmyndum eða vinna hugmyndum eða bara sín á milli. Sigríður Arna Lund nemandi á öðru ári í iðjuþjálfunarfræði en hún var fyrsta námsárið sitt búsett í Reykjavík en flutti svo norður til þess að halda áfram. Af hverju ákvaðst þú að fara í sveigjanlegt nám? Aðalástæðan mér langaði að fara í iðjuþjálfunarfræði og það bara kennt hérna í Háskólanum á Akureyri og þegar ég byrjaði þá var ég ekki tilbúin að flytja norður. Nei, þú ert að sunnan? Ég að sunnan, já. Og var fyrsta 1,5 árið fyrir sunnan og var í tónlistarnámi líka fyrir sunnan. Þannig að þetta bara hentaði rosalega vel. Að geta bara samtvinnað þetta saman. Já, og það hefur passað vel saman og þú hefur haft tíma í allt saman? Já, þetta náttúrulega, maður þarf að vera mjög skipulagður og agaður til þess að láta það ganga upp. Og maður má eiginlega ekki gleyma því að þótt þú sért í sveigjanlegu námi að þá þarftu samt að hafa mikinn aga ef ekki meiri. Þegar þú þarft að skipuleggja og búa til þína eigin stundaskrá. Ég myndi ekki mæla með því að vinna mikið. Því að þetta bara rosalega mikið álag og ef mann langar að líða vel og geta líka tekið þátt í félagslífinu að þá myndi ég allavega ekki mæla með að vera í rosalega mikið að vinna með. En auðvitað náttúrulega gengur það upp. Það fer bara eftir hvernig þú vilt forgangsraða. En félagslífið, nú getur maður ímyndað sér að ef maður fær í sveigjanlegt nám og væri einhvers staðar annars staðar mögulega að þá væri maður ekkert inn í félagslífi skólans. Hvernig það? Það reynt að vinna rosa mikið með það að hafa einhverja svona viðburði þegar fólk kemur í lotur og nú nýlega var sett eru fjarnema fulltrúar fyrir hvert aðildafélag og það verið að reyna að bæta eins og fyrir sunnan en auðvitað náttúrulega það það ekki eins auðvelt að taka þátt í félagslífinu þegar þú býrð fyrir utan háskólan eða fyrir utan háskólasvæði heldur en hér og það kannski aðalástæðan fyrir af hverju ég flutti hingað norður. Já, þið hefur langað til að taka meiri virkan þátt í háskólalífinu? Já, mér vantaði svolítið þennan svona háskólafíling að vera í háskóla, bara vera í háskóla en ekki bara í háskólanámi.
En finnur eitthvað mun á því að vera í rauninni í skólanum frá Reykjavík og svo eftir að fluttir tengt náminu þá? Nei, í rauninni ekki. Þú veist, mér finnst alveg vera sama að stunda námið hér og fyrir sunnan. Náttúrulega eina er að ég get mætt hingað upp í skóla sem mér finnst rosalega stór kostur. En ég meina það hefur ekkert bitnað ekkert á einhvernum mínum að vera fyrir sunnan og þú veist, það er engin munur á þeim eftir að ég flutti hingað norður. Sama aðgengi að kennurum, þannig að það er í rauninni, já, lítill munur. Og af hverju valdir þú iðjuþjálfun? Já, ég hef bara alltaf haft rosalega mikinn áhuga á að bara aðstoða fólk og bara svona heilbrigði almennt og ég fór í áhugastöðskönnun bara til að skoða aðeins hvað var í boði og fann þá iðjuþjálfun og fannst bara svolítið áhugavert þessi svona alhliða svona nálgun á hvað hefur áhrif á heilsu okkar og bara verið að skoða alla þætti. Kennarinn hennar Sigríðar, Bergljót Borg eða Bella eins og hún er kölluð, sýndi mér vinnu aðstöðuna sína, þar sem hún tekur upp skilaboð til nemenda og margt fleira. Ég er forvitin iðjuþjálfunar fræði. Hvað snýst hún? Iðjuþjálfun er bara fræðigrein, sjálfstæð fræðigrein og sem að fjallar í raun og bara það sem við tökum okkur fyrir hendur í lífinu. Bara allt sem við gerum. Hvernig líkamanninn er búinn til, þú veist bara vöðvar og bein og heilinn og allt saman þetta. Og svo líka auðvitað bara svona þín áhuga, innri áhugahvöt, þú veist hverju þú hefur áhuga á og allt þetta. Og síðan, það er einn svona faktorinn og síðan er það umhverfið, við hvað umhverfið býrðu. Og þá erum við bæði að hugsa svona þetta umhverfið sem getur snert, þetta efnislega umhverfi, en líka menningarlegt og félagslegt og stjórnmálalegt og landfræðilegt. Þú ert svolítið nefnilega að skoða manneskjuna í svona svolítið stóru samhengi og svona meira að skoða, fá svona stóru myndina heldur en að þrengja inn og bara hugan eða bara líkamann eða eitthvað svoleiðis sko. En hvernig finnst Bellu það ganga upp að vera með nemendur í sveigjanlegu námi? Byrjaði 2012 og þá var fjarnámið byrjað eins og þeir kallaða. Þannig að þá var voru sumir nemendur á staðnum og aðrir eitthvað annar staðar. Og þá var þetta meira þannig að maður mætti í tíma og maður var með sína fyrirlestra og þeir eru bara svona teknir upp og settir á netið. En í dag er þetta orðið miklu þróara. Við erum farin að nota miklu fjölbreyttari kennsluhætti og við erum farin að gera bara svona styttri upptökur þar sem við tökum svona kjarnan í námsefninu og svona erum dálítið bara í raun og veru að leiða nemendur í gegnum námsefnið. Þannig að þeir viti hvar þeir eru að leggja áherslu, hvar þeir eru að lesa eitthvað meira og svo framvegis. Þannig að fyrirlestarnir okkar er ekkert eitthvað svona tæmandi námsefni. Það er kannski núna meiri möguleikar fyrir nemanda sem er ekki á staðnum að vera í rauninni meiri þáttakandi í því sem er að gerast. Akkurat, og það sem er líka breyst það er bara í raun og veru tækni sem gerir okkur kleift að vera með þessi samskipti yfir netið. Og nemendur eru að vinna saman í alls konar hópum og gera jafnvel verkefni þar sem þau eru að búa til upptökur og deila með öðrum í hópum. Eru jafnvel öll á sikkoru landshorninu þess vegna? Já, og þau eru oft minnihlutin er kannski akkurat hér. Nemendur eru ekki bara að hlusta á viskubrunn kennarana, heldur að eru þau að búa til sína eigin þekkingu og ekki bara þekkingu heldur líka leikni. Og kannski læra hvert af öðru. Og læra hvert af öðru. Ekki bara kennaranum. Nákvæmlega og bara af öllum þessum upplýsingum sem við höfum. Kennarinn er meira svolítið að leiðsegja verkstjóri. Svolítið að segja hvar þú getur aflaðir upplýsinga og svona einhvern veginn að búa til þetta námsumhverfi. Þess að maður gerir hverju nemanda kleift að afla sér þekkingar.